Heyriði, þá höldum við áfram með samantektir. Ég ætla að taka 2 sýnidæmi, en áður en ég geri það bara enn og aftur að minna á þetta. Að ef að ég að velja K hluti af N mögulegum hlutum og ég ætla að raða þeim, þá ég að tala það að röðstakana skipti máli. Fjöldi mismunandi umræðana þá NPK. En ef að mér alveg saman það hver röðin verður, ég ætla bara að velja K hluti af N mögulegum og sjá á hve marga vegu ég get valið hlutina, en ég ætla ekkert að fara að raða þeim eða skoða á hve marga vegu ég get gert það, þá tala ég samantekt eða samantektir. Ok, skoðum dæmi. Á hve marga vegu hægt að mynda 3 manna skemmtinefnd í 20 manna bekk. Ef A-liður, ef allir einstaklingarnir gegna sama hlutverki innan nefndarinnar, eða B-liður, ef nefndamenn fá mismunandi hlutverk, til dæmis bara formaður gjaldkeri ritari eða eitthvað svoleiðis. Nú, í A-lið þá skiptir röðin greinlega engu máli. Það eina sem skiptir máli hvaða einstaklingar lenda í nefndinni. Þannig ég að velja 3 einstaklinga af 20 og ég nota séð að því ég hef áhuga að fjölda samantekta. Þessi ákveð marga vegu get ég tekið saman 3 einstaklinga af þeim 20 sem í boði. Pikka þetta inn í vasareikni minn og fæ 1140. Sem sagt, mynda má nefndina á 1140 mismunandi vegu. En í B-lið, ef nefndamenn fá mismunandi hlutverk, þá skiptir máli hvernig ég raða þeim á hlutverkin eða hvernig ég raða hlutverkunum á þá, hvernig sem á það litið. Þannig að þá nota ég P-ið. 20 P3, það 6840. Það þarf ekkert að koma á óvart að þetta akkurat 6 sinnum talan sem við sáum í A-lið. Af því að þegar það eru komnir 3 í nefndina, þá get ég raða þeim á 6 mismunandi vegu. Við höfum enn og aftur séð það áður. En ég ætla sem sagt að velja 3 af þeim 20 sem í boði og ég ætla að raða þeim á hlutverki. Ok, 20 P3 á vasareikninu mínum gefur 6840. Það að segja, raða má í hlutverkin eða í nefndina á hlutverkin á 6840 vegu. Tökum eitt dæmi enn og látum það síðan gott heita sýnidæmi. En á hve marga vegu hægt að vera með 7 spaða, 2 tíkla og 4 lauf á hendi í bridge. En þá þurfum við náttúrulega að vita það að á hendi í bridge eru 13 spil. Hér í rauninu endurtekið val að velja, að ræða, segi ég. Ég ætla fyrst að velja 7 spaða af þeim 13 spöðum sem í boði. Það fyrsta skrefið. Og næst ætla ég að velja 2 tíkla af þeim 13 sem í boði og að lokum 4 lauf af þeim 13 sem eru í boði. Og margföldunarreglan endurtekið val, þar sem að ef að fjöldi valmöguleika í hverju skrefi óháður valmöguleikunum í skrefunum á undan. Reglan segir að ég þá margfalda saman valmöguleikana í hverju skrefi fyrir sig. Ok, lausnin verður þá svona. Ímyndum okkur og í sjálfu sér skiptir ekki máli í hvaða röð ég gerir hlutina, hvort ég vel fyrst spaðana, tíklana eða laufin. Það eina sem skiptir máli hvaða 7 spaða ég vel. Ok, og mér alveg sama í hvaða röð koma líka. Það eina sem skiptir máli hvaða 7 spaðar lenda á hendinu minni. Ok, ég vel sem sagt 7 af 13 spöðum sem í boði. Þannig að hér ég að velja spaðana og síðan vel ég þá til dæmis 2 tíkla af þeim 13 sem í boði og að þetta endurtekið val þá margfaldi ég þessa möguleika saman.
þarna skrifaði ég lauf, að sjálfsögðu átti þetta að vera hérna tíklar, ef ekki að laga það bara snöggvast, veljum hérna tíkla, svona, ok, og að lokum þá vel ég hérna laufin, 4 lauf af 13 sem í boði og þá þarf ég að laga þetta aðeins líka hérna, þetta er að vera lauf hérna, svona, það er að segja, vel 7 spaða af 13 sem í boði, vel 2 tíkla af 13 sem í boði og vel 4 lauf af þeim 13 sem í boði. Ég margfaldi alla þessa möguleika saman og fæ, hvað talar þetta, 95.701.320 mismunandi leiðir til þess að hérna, mynda þá þessa tilteknu 13 spila hendi sem inniheldur 7 spaða, 2 tíkla og 4 lauf. Enn oftur minni ég á það að röð spilana á hendinni skipti engu máli. Það eina sem ég hafði áhuga á er að hérna, á hve marga vegu var hægt að velja einhverja 7 spaða, einhverja 2 tíkla, einhver 4 lauf. Látum þetta gott heita hérna af þessu. Kíkja endilega á sýnidæmin í glærunum líka og svo er bara að hérna reikna sem mest. Því meira sem við reiknum í þessum dæmum, því betur áttu okkur á þessum hlutum. Takk í bili.